Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum mættir hérna einu sinni enn í sjávarútvegs spjall og með mér og Ólafi Jónssyni í dag Gísli Reynisson sem við eigum eiginlega að kalla blaðamann eða fréttamann. Hvað viltu sért kallaður, Gísli? Það góð spurning sko. Ég segja bara allt múlum, ég kannski bara áhugamaður, opaslega mikil áhugamaður sjávarútveg sko. Þú ert að safna saman gögnum aflabrögð og á öllum skipum flotans aftur í tíman. Hvað áttu á gögnum? Sko, ég á gögn aftur til ársins 1894 og ég á alla togar á Íslandi frá þegar fyrsti togarinn kom að Kott, minnum í 1902. Já, það er alla vetravertíð síðan 1941. Já. Og þetta orðið svolítið stórt safn sem ég á heima sko. Og ég búinn að vera að dunda mér við þetta núna. Ertu með samkomuhús undir dóttur? Ég búinn að vera að dunda mér við þetta núna síðan 1991 sko. Að fara í gegnum þetta. Og ég að fara í gegnum sko aflaskýrslur hjá Þjóðskjalasafni Íslands, þessar upprunalegar aflaskýrslur. Já. Og þær tæplega 6 milljón skjöl sem eru þar. Og ég fer í gegnum þetta og að mynda. Ég nú enda að tekið mig pásu núna ykkur 3 ár við það sko. En þetta alveg þó nokkuð mikið magn sem ég með, búin að fara í gegnum sko. Ég heima með til dæmis í tölvunni 400.000 skjöl sem ég búin að taka myndir af. 400.000? 400.000. Já. Það eru árið 1970 til 1983. Já, bara 13 ár. Já. Og ég þarf að bæta hans við þetta. Mér vantar hann að gat frá hálft ári 84 til 91 sko. En þetta náttúrulega bara saga íslensku þjóðarinnar í rauninni. Já, í raun og veru sko. Það hafa verið birta sko alls konar svona yfirlit svona heildin yfir árin sko. En það hefur aldrei verið farið dýpra ofan í það sko, til dæmis sérstaklega til bátana sko. Það það sem ég að horfa svolítið á, að horfa á bátana sko. Já, og þá ertu að tala allt frá handfærabátum og upp í stóra báta bara allt saman, sko. Og svo togarana og ég til dæmis með kerfinu hjá mér sko, þá flokkaði þetta niður sko, til dæmis sem ég sér fyrir rækju, sér fyrir humar, sér fyrir síld, loðnu, togarana. Já. Ég með alla dagsetningana fyrir togarana aftur í tíman sko. Þannig ég sé nákvæmlega hvernig þið lönduðu og allt saman, hversu mikil maflaði voru með. Og svo náttúrulega held ég alltaf utan á vetravertíðina sko. Já. Búin að gera það núna í mörg ár sko. Þetta svona, ég hef rosa gaman að þessu sko. Og hvað svona merkilegt á milli ára, kannski 20 ára, 30 ára. Það er stærsta sem maður reikur náttúrulega augun í það hvað bátanum fækkar svona mikið. Já. Og raun og veru það sem hefur breyst fyrst mér sko, bara til þess að þessari öld sko, það að þetta svo kallað einstaklingsútgerða framtak eiginlega dottið upp fyrir. Já. Og raun og veru sko, maður hugsa til þess sko árum áður sko, að því að afli per bát núna mikið meiri heldur en var áður. Já. Að því raun og veru sko, þá voru bara sína einstaklingar, sína fjölskyldur með sína báta og yfirleitt var munstri hjá þeim sko að þeir eru á vetraverstöðunum, fóru kannski á sumari á síld, humar eða rækju og sumari ekki einu svona haustið að þið þurftu þess ekkert. Nei. Það voru fyrirtækin að skila hagnaði, voru að skila tekjum til fjölskyldur sinnar og þetta hefur breyst svolítið mikið sko. Þetta ekki eins og þetta var áður sko. Það svona stæðsta sem ég tekja eftir sko. Og svo náttúrulega eins og það að gerast núna í hafinu kringum okkur sem við veitum ekki skilur að humarinn horfinn, hvað rækjan, hvað loðuna, skilur? Lúðan. Lúðan, það minna, já, hún annað, skilur, það má bara ekki við hana. Nei. Þannig að það þetta að lesa ýmislegt úr þessum tölum. Og stóra spurningin hvað loðunan? Já, ég nú engi fiskifræðingur og en hvað hún? Það góð spurning. En Gísli, þegar við skoðum samanburð fyrir 10 árum, 20 árum, 30 árum. Hvað lestu út úr því? Sko, afli á bátu hefur aukist. Þegar bátunum hefur fækkað. Já.
Ég sé að þessi tölum hjá mér sko að sko þó svo að bátunum hafi fækkað þá hefur þau samt sem áður fjölga líka vegna þess að litlu bátarnir þeir eru orðnir fleiri núna en voru áður sko. Já. Þessi svokallegir smábátar og handvarabátar allt saman skilur. Já. Og en það er svo margt annars skilur netabátarnir þeir eru á horni sko. Já, við erum búin að breyta sóknarmunstrinu verulega. Töluvert mikið sko. Netabátar og línubátar, stóri línubátar eru nánast stokknir út. Þeir eru bara 5 núna. Já, stóri línubátar. Bara 5. Hugsa sér það. Það er svolítið svakað það mikið, sko. Mikið munur sko. En farið að veiða þetta með trolli, fiskinn. Já, samt ekki, ég meina, jú, línubátarnir stóru takar til þessi ár, til dæmis 2 línubátar í fyrra sem veitu 5.000 tonn. Jú. Sem að myndi nú teljast það að vera góður afli fyrir togara. Það er bara togara afli, það er ekkert flokkar. Eins og var árum áður, sko. Já. Ég fyrir 20 árum síðan, 30, þótti það bara gott ár á togara að fiska 5.000 tonn á ári. Já. Stærsti kvóti við var 5.000 og eitthvað 600 tonn. Já. Það var stærsti kvóti sem útluta var. Já. Það er nokkuð vel gert, sko. En svona eitthvað fleira sem þú svona rekur augun í upphafi sem þið finnst merkilegt hvernig hlutinni þróast. Raun og veru kannski ekki. Sko maður svona hugsa bara til þess sko hvað verður sko þess að ég segi oft sko hvað verður þessa bæi sem eru sko með þessa einstaklingsútgerðir í dag sko. Það er svo margt breyst. Það sem áður voru stóru sjávarútvegsbæir eins og Akranes, Þorlákshöfn. Já. Þetta er eiginlega horfið í dag. Hornafjörður sjáðu bara. Vestmannaeyjar. Ég meina þó svo að Vestmannaeyjar er þessi stór höfn í dag en þá er hann ekkert eins og hún var. Nei og það er að fækka einstaklingsútgerðum og þessari einstaklingsútgerðir eiga alltaf meira undir högg að sækja og þetta eru kannski bestu útgerðirnar í hverri verstöð að vera með einstaklingsútgerðir ekki stór hlutafélög sem að fari bara eftir Excel-skjölum og annað þess aftar með öðrum hætti heldur veiða bara samkvæmt pöntun sko. Já. En það er ekkert svona sem þú rekur sérstaklega augun í. Nei, ekki fyrir þetta sé ég bara búin að nefna sko. Já. Ég náttúrulega hef aldrei verið eitthvað að kafa eitthvað voða djúpt og nýta fiskveiðistjórnunar kerfi sko. Ég horfi bara á tölunar og spái bara því sko. Jú, en auðvitað náttúrulega eftir því sem að minni kvóti er úthlutaður að þeim fá skipin minna veiða. Já, þannig sé. Og safnast að færi hendur úr leið. Jú, og það hefur náttúrulega verið tilfellið í gegnum söguna frá því að kvótakerfið var tekið upp að þá hefur þetta verið að færast á færri hendur. Talandi svona kvótakerfi. Ég tók saman smá svona punta og einn af þeim punktu sem ég tók saman var bátaafli. Já. Og ég er með tölur frá 1974 til 2024 og þegar ég er að tala um bátaafla þá er ég bara að tala um sko afli sem að netabátar, dragnótabátar, færabátar, rækjuhumar og trollbátar hafa landað. Reyndar núna á þessum árum síðustu er engin trollbátur sem er að landa nema Sigurður Ólafsson á Hornafirði. Hitt er allt orðin 29 metrar togarar. Og ég nefnt sér dæmi að árið 2024 þá lönduðu þessi bátar 174.000 tonnum. Já. Sem er bara bátaafli. Já. Árið 1993 þá lönduðu þeir 241.000 tonnum. Já. Árið 1983 sem var síðasta frjálsa árið var 201.000 tonn. 1982 var 278.000 tonn sem sami bátaflokkur landaði. En ertu þá að tala
bara þorsk eða Nei, bara allt saman. allt saman? Bara já, sem já. að báta Heildarafli. Inn í þessu er ekki síld og ekki loðna. Nei, þetta er bólfiskur, Þetta er bara bólfiskur þorskur, ufsi, ísakarfi. og rækjuhumar. Já, Rækjuhumar. 1981 var 300.000 tonna afli sem bátanum lönduði. 1983. 81. 81. Já. Já. Þetta er svona, Þetta er sláandi. já svona, þetta er svolítið stóra tölur sko, Já, sérstaklega með hugsið já, það sko, Þetta er meira heldur en kótin er í dag. já þetta er meira Þannig góðin í dag. Raun og veru sko, með það sem maður heyrir á sjómunum, allt í kringum landi sko, ég er náttúrulega mikið í samskipti við og það er bara fiskur út allt. Já, já. Og bátani gætur raun og veru veitt mikið meira heldur en þeir eru að gera í dag. Það er svona upp að vissu leiti sko, því að það er náttúrulega spurning hversu mikið er hægt að bæta bátan og svo líka það sko, hvað er allir bátan ef að kvótum er aukinn, hvað eru bátanir? Já. Það er eins og allir þessi stóru stálbátir sem voru, þeir eru allir horfnir, þeir eru farnir. Og togararnir er ekki nema 42 eða? Já, ég á nú ekki tölun á hvað eru, jú þeir eru eitthvað 40-45 eitthvað svolítið sko, ef við tölum 29 metrar togaran inn í það sko. Kjartan Jóhansson setti stopp á innflutning á togurum, 85 togara. Þá þótti það hendugu fjöldi togara. Var það ekki hérna 1980? 78. Nei, Jú, hann kemst til valda þá. Hann verður ráðherra 78 í kosningunum. Nei, þetta er 80. Þá er hann dottinn út. Mestu fjöld að ég hef með að skráða þeim að sko. Hann var bara í ríkisstjórn á þessum tíma, Kjartan Jóhansson, í rúmt ár. Frá vorinu 78 fram á hösti 79. Já, ok. Þá sprakk ríkisstjórnin og svo kom Gunnar Thoroddsen og kó. Já. Sko ég hef séð að heildarfjöldi togara hefur farið yfir 100 sko. Já, það er þarna 83 sko. Þá fer það upp yfir 115 togara. 115, já. Og þá er inn í því sko reyndar sko, þau förum aðeins lengra fram í 1990 eitthvað svolítið sko. Og þá er inn í því sko reyndar sko hérna frystitogarinn og rækjufrystitogarnir. Já. Sem margir voru þá að veiðum og hérna við Kanada á flemska hattinu sko. Já. Pétur Jónsson og fleiri. Þessi togara til löndu og allir í Kanada sko. Helga og fleiri. Já. En þetta var náttúrulega sko kannski mistök hjá okkur að reyna það ekki þegar við vorum að setja kvótakerfi á að verða okkur ekki út meiri veiðiheimildir út allan heim. Samanber eins og Færeyingarnir gerðu. Já. Og þeir eru með veiðiheimildir út eiginlega allan heim. Þeir eru í Barentshafinu og þeir eru við Ísland og Nýfundnaland og Grænland og fá að veiða og svo suður í höfum. Glemdi ekki 12 tonnurinn sem voru á handfærum við Ísland. Já. Og þeir mega veiða einhver 5-6 þúsund tonn á Íslandi. Já. Línubátar. Þeir eru nú bara fyrir utan Sandgeri líku sko. Já. Það var einn að sigla hérna frammi og bara á hann sko, því að var leiðninga niður til sko. Já. Já, það er en svona þessar samanburðartölur sem þú ert með hvað við veitum og hvað við veiðum í dag, þær eru náttúrulega dálítið hörmulegar þegar við erum búin að vera að stjórna þessum veiðum í 40 ár og ekki meiri árangur heldur raun ber vitni. Það má lesa ýmislegt út úr þessum tölunum sko. Já. Og en hvað er að gerast í hafinu kringum landi, það er eitthvað sem maður áttar sig ekki á sko. Til dæmis eins og með lóðnuna sko, hvað er hún? Jú, það eru bara margir sjómenn sem er á því að
við séum búin að klúðra loðnu stofninu sem slíkum með því að leyfa í gegnum tíðina að veiða með flottrolli. Já, svo var eitthvað sem nefndi að hvalinni tæki nú líka til. Svo taka þeir sinn En hvað með hennar stóra þorskstofn? Og svo þorskstofnin líka stór. Beljur, algjörar beljur. Hann hefur verulega áhrif á bæði humar og rækju. Lítur að vera. Hann þarf fæðu. Já, Og eins og fiskirið núna bara á Suðurnesjum og víðar hringinn í kringu landið mókveiði. Það svakaleg veiði, sko. Þeir eru að fá 20 tonn, litlir 15 tonna bátar. Þeir eru að hlaða tvisvar á dag. Ég var nú bara að kíkja á tölunum núna áðan að netabáturinn Bárður, hann landaði núna 65 tonnum í 2 löndum núna í dag. Á Rifi. Já, bara í dag. Já, bara núna í dag, sko. Já. Landburður af fiski en við megum ekki veiða. Það bara svoleiðis. Já, þeir mega veiga sem hafa kvóta og það eru nokkur sem hafa mikið kvóta, stóran kvóta. Jú, en það vantar bara miklu meiri kvóta. Nei, sko, tölur eins og þú nefnir hjá Bárði, þær segja okkur að þéttleikinn í hafinu er mikill. Skilur, það mikill fiskur þegar svona fiskur gengur á land. Já, það segir það. Eða á vertíðinni, bara nokkrum vertíðum núna, þá höfum við séð að menn hafa þurft að slá stroffum á trossunar, netatrossunar, þess að ná þeim inn fyrir. Þetta var óþekkt hér áður fyrir. Þetta segir okkur að fiskurinn er þarna. Það er bara eitthvað að mælingunni. Líklega, sko. Eða útreikningunum, þetta meðist eitthvað prósentur, sko, sem eða rákjöfum byggist á, sko. Já. En eitt reiknistæmi væri hægt að setja upp. Hvað er afli á klukkustund? Það er alveg hægt að reikna það líka. Það er náttúrulega hægt að reikna út og bera saman tölur, bara afli í hvert net, afli á hvert bala, línubala eða þetta marga króka, 400, eða á tókstund og annað þess að það er að mæla þetta. Sko ég reyndar hef alltaf notað sko viðmið til þess að hafa samanburðið milli ára sko aftur í tíman sko, til og með sérstaklega til línubátana, þá nota ég alltaf bala. Þó svo í dag þá er eiginlega balabátana í horni sko. Það er eiginlega engin til og með balabátur á Suðurnes. Nei, en þú ert að með sama króka fjölda og þeir voru með í bölum 45 sinnum 420. Já, ég nota 420 krókana í bala og nota það sem ég er búin að nota það í gegnum árið sko. Og til og með segir svo núna sko veiðin hjá bátunum, þá er þetta svona frá 400 upp í 600-700 kíló að bala sko. Já, það er alveg feikilega mikið. Það er ótrúlegt. Já. Svona afli væri ekki ef að ástandið væri þannig að við mættum ekki veiða nema 200 tonn á ári. Nei, en hvað drefst af þessum fiski, þessu stóra fiski þegar hann er búin að hrygna? Ég veit það ekki. Fiskur er ekki að hrygna mjög oft. Hann er ekki að meðaltali sögðu fiskifræðingar í Hafró að hver fiskur hrygnir ekki nema að meðaltali 2,2. Ok, hvað svo það þýðir? Ef að það það þýðir það kannski 2-3 sinnum sem hann hrygnir að meðaltali. En svo náttúrulega drefst einhver fiskur á meðan hann er smáfiskur og étinn eða er étinn af stórum fiski og sjálfsátt er náttúrulega mikið í fiskistofnunum. Allan í fiskunum sem eru að koma núna í landbátana, þetta er mjög stór og mikill fiskur sko. Já. Þú sér að Fjölnir hafa með sko 28,5 tonn daginn í Sandgerði og 41 bala og meðalvikti hjá hann var 7 kíló. Já, meðal þyngd á fisk. Það eru bara beljur. Já. Svaka bölvaði lungar. Já. Já, þeir eru feitir og fallegir. Já, það er stundu fínt að vera þannig. Þeir eru nú frekar og haustórir sko. Ég sá það þarna þegar ég hjálpaðist þarna og handfæri eina viku.
Þeir voru svona frekar ófrýnilegir hausinn á þeim. Já. Já, má helast kannski segja það, sko. Já. En það er mikið að fiski að það niðri. Ef veiðin er svona mikil. Heldur betur. Og hvað væri að því að veiða 100.000 tonnum meira? Það myndi gefa miljard sennilega í tekjur í þjóðfélagið. Já. Þannig að, nei, 100 miljardar. Það er eitthvað sem stýrir því, það er ekki meiri kvóti en þetta, sko. Hvað svo sem það er? Já. Eins og segja, ég hef ekki spáð svo mikið í, eins og með síðunum sem ég meðan aflafrétti, sko. Ég hef passað mig á því til þessi 17 ár sem ég er búin að vera með hana. Ég hef aldrei skrifað fiskveiðistjórnunarkerfið. Aldrei. Nei. Ég hef látið að það bara það, sko. Já. Jú, en það þú bara að afla upplýsingar. Þetta er náttúrulega gífurlega verðmætar upplýsingar, alveg, jú, sem ætti að nota meira. Auðvitað, það er ekki spurning. Og það er dálítið skondið líka að þú ert með upplýsingar sem að Hafrannsóknastofnun og Fiskistofa hafa ég vel ekki. Þeir eru bara með, sko, eins og Fiskistofa, þeir eru með, sko, bara gögnin sín til 92, sko. Í tölvutakuformi. Eftir það er þetta allt í skjölum, sko. Já. Þeir eru kannski með heildina yfir árin, sko, en þeir geta ekki kafa dýpra ofan í það, til með svarandi sundurliðin á bátum og svo leiðis. Nei. En þeir geta kafa náttúrulega ofan í, sko, skiptingun og aflána, sko. Eins og þorskísu, sakara og allt sem, sko. Já, vita hvað er verið að veiða af hverri tegund. Já, þeir geta það svo sem að. Já. En þetta er dálítið merkilegt, en sko svo náttúrulega höfum við verið að taka eftir því að í gegnum tíðina hefur þorskur verið að þyngjast, stækka. Reyndar eru nýjustu tölur frá Hafró að hann er að léttast núna. Það er eins og honum vanti æti. Já, ok. Með við síðustu tölur. Já. Þannig að maður er alltaf að velta því fyrir sér hvað eru við að gera rétt og hvað eru við að gera rangt. Varðandi vinnslu úr þessum gögnum. Já. Við erum alltaf mjög ánægðir þegar hann er að þyngjast. Þá sjáum við það að aflinn eykst í rauninni við það. Þó að sér ekki nema 10% þyngdaraukning á milli ára, þá þýðir það bara viðbót. En svo glímum við það að hann minnkar meðalþyngdin líka. Þetta er svona leikur og tölum eins og sagt. Já, og hvað er rétt að gera á hverjum tíma. Þurfum við að veiða meira. Svo er líka spurninga sem ég oft velt fyrir mig, sko, hver er rétt vikt? Já. Sko áður fyrir að hugsa til þér, sko, eins og þessum tíma sem ég er að grúska í, sko, afturinn í 70, sko, þá var náttúrulega, það var ekki það sem kallaði ísprósenta í dag og allur pakkin, skilur. Nei. Hvað er rétt vikt sem kemur á land? Já. Maður er búin að sjá alveg, ýmislegt í því, sko. Já. Og svo var eitt gripinn með 10 kíló af ísu sem var á leiðinni á Dalvík. Hafði gleymst að virka. Já, hann á Eskifirði. Eða Neskjöpstað. Svo ég held að við vitum ekkert hvað er mikið fiski sem skýst svona fram í. Það var ekki eitthvað aðeins meira en 10 kíló. Það var bara heilt flutningabíll minni mig. 10 tonn? Já, 10 tonn. Já. Margir segja að þetta sé bara ennþá við líði. Já, við náttúrulega vitum af jafnvel framhjálöndunum og við vitum af að ýmsum tryggsum, íspröfum, íspröfusvindli og það er ýmislegt í gangi. En það er náttúrulega erfitt að sanna svoleiðis hluti og sýna fram á þá. En þetta er allt til. Já, þetta er allt til, sko. Allar útgáfur á þessu, sko. Allar útgáfur. En verst er
að fiskifræðingar hafa fengið að ráða. Þeir lofuðu okkur 450.000 tonna afla og það komin niður í 200.000. Þetta náttúrulega eftir 40 ár og þar af mætti segja svona 25 ár þar sem þeir hafa verið nánast einráðir. Já. Þeir kvörtuðu yfir því að það má segja stjórnmálamenn voru að grípa inn í og breyta tölunum og auka við þær. Þeir eru búin að fara raunverulega í 30-35 ár eftir fiskifræðingunum. Nánast 100%. Já. Þannig að það er auðvitað áhyggjuefni að það skuli ekki bera neitt meiri árangur það sem að Hafrannsóknastofnun er að gera. Var það ekki eitthvað 94 sem Þorsteinn Pálsson sagði ég fer bara eftir fiskifræðingum? Jú. Já. Að þá voru fiskifræðingar búnir að kenna stjórnmálamönnum að það sé ekki farið eftir þeirra og þess vegna hafi fiskmagnið ekki aukist eða ráleggingin ekki aukist. Og svo fengur þetta í sínar hendur og þetta bara minnkar og öllum vígstöðum. Jú. En það er bara spurningu, þó svo að þið segja þetta er minnkað, en ég held samt að aflaverðmæti sé samt að aukast því að nú er verið að nýta heimsmarkaðsverð á fiski er að aukast. Já, það er líka verið að nýta fiski mikið betur, það er verið að gera alls konar auka afurðir úr honum, sko. Jú, sem var ekki gert áður. Sem betur fer hefur okkur tekist það, en við erum að fá meira og meira og við náttúrulega skreiðamarkaðurinn hjálpar til, við erum að þurrka hausa og hryggi og koma þeim. Já, og líka til þess eins og þeir sjáðu hvað þeir að gera á Ísafirði, þeir eru að búa til svona hálfpartinn plástra út úr róðinu. Það er stórkostlegt. Og það er svakalegu peningur. Já, en sjómenn fá ekki mikið fyrir róði eða fiskvinnslunar en það er alveg sama það er verið að nýta þetta og það er bara frábært. Áður þegar var bara mókað í bræðslu. Já. Það var þetta peningur í því líka, sko. Það er ekki spurning. En það var farið að búa til veski og alls konar fyrir kvótakjörfið. Já, það var verið að súta róð og þetta er nú ekki alfarið bara. Mér skilst það sé búið að setja upp eina róðversmiðu sem var á Sauðárkrók núna á Tálknafirði. Já, ok. Ég heyrði einhverjar sögur af því daginn. Þannig að fólk ætla sér sennilega að reyna að vinna eitthvað og gera eitthvað meira með róð heldur en það hefur verið að gera. Það er bara mjög gott mál. Og það er bara flott og eftir því sem við gerum meira. Það er eina sem má segja frystiskipin að þau eru ekki að koma með hausa og hryggi í land nema litlu leyti. Enga hryggi, þeir koma með eitthvað á hausum í land en þeir henda lifur og þeir henda ýmsu sem að hægt væri. Eru nú ekki einhver skip með bræðslum? Það eru bara 2 skip. Er ekki 2 skip með bræðslum? Er ekki Þerninn og Jú, það eru bara 2 skip sem eru með bræðslur borð af þessum frystiskipum. Og í rauninni er það fáránlegt að vera að byggja frystiskip í dag og hafa þau ekki með fullkominni bræðslu. Og maður hefur séð meiri segja til dæmis á norskum línubátum að þar eru þeir með livra niðursuðu borð í skipunum. Það eru stóru línubátunum. Og þeir bara hirða það og sjóða það niður. Þannig að það er svona margt sem betur má fara. Það voru bræðslur í Spánverjunum stóru. Já, í Vigra og... Nei, Snorra og Bjarna og í þeim öllum. Var það aldrei notað? Jú, það var einu sinni notað hjá mér og Snorra. Þá fékk ég að bræða lifur fyrir sjónvarpi, litasjónvarpi og vídeótæki. Og það tók okkur 4 mánuði að bræða fyrir þessu. En það var reyndar mjög lágt verð á lýsi þá.
Svo það var eiginlega réttlætt með því. En þetta gekk ágætlega í okkur. Já. Þessi vinnubröðin og allt það gekk ágætlega og hérna við vorum komið með vídeótæki og litasjónvarp. Eini bærugertór. Já. En fyrst þau komin til togarana, svo þetta er svona einn af hlutum sem ég svona reika augun í vanandi þetta að sko alveg frá þeim tíma þegar að sko skuttogarana komu og eiginlega fram til svona jafnvel 2000 sko, jafnvel lengra þá taldist nú vera nokkuð gott að þú náður við 4000 tonna ársafla á togara. Sumir náðu að skriða upp í 7-8 tonn eins og Guðburgin, Ásbjörn, 8-12%. En í fyrra voru 4 togarar sem veitti verið 8000 tonn afla. Já. Sem helvíti magna sko. Já. Það segir þetta. Þeir segja okkur að megi ekki veiða meira en 200.000 tonn en aflinn þetta miklu meiri á togstund. Já, það þýðir það bara að meðalafli meiri á hverjum klukkutíma eða sólarhring. Já, það þýðir að það meiri fiskur, það er meiri þéttleikja fiskur. Já. Það kemur ekki annað til greina. Svo kannski líka kemur náttúrulega er ekki eins margir togar á voru, sko. Það er ekki margir sem situm á sömu slóðin eins og var áður fyrir, sko. Eitthvað hefur þeim fækkað, það er helmingi færri togara en á móti kemur að þessi togarar eru miklu sterkari með stærri vélar og kraftmeiri og geta þar að leiðandi veitt í verri veðrum og við verri aðstæður og eru fljótari að gera við veiðarfæri eða þau rifna og annað þess áttar. En núna má ég segja að togarinn á Íslandi sé kannski skipt, má hugsa að þessi skipti svona 2 flokka sko. Það er annars vegar ísvístogaranir og hins vegar þessi svokallega 29 metra togarar sem mega vera nærlandi sko. Og til dæmis í fyrra voru 4 svoleiðis togarar sem vittir 5.000 tonn afla. Já, ímyndaði það. Já, það er askoti gott með þeir náttúrulega fá að vera nærlandi sko. Þeir fá að fara upp á 3 og 4 mílur eftir því hvar þeir eru við landið með suðuströndinni sem þar upp á 3 mílur og út af Sandgerði og víðar 4 mílur og þetta náttúrulega hjálpar þeim en hjálpar ekki línubátum og netabátum. Það kemur fyrir aðra árastrar. Það eru árastrar. Verður varfið í Sandgerði sko, sérstaklega þar sko. Já. Það heyri bara sögur af því þegar verður að toga yfir línuna eða línan er lögð fyrir togarana sko. Já. Alls konar svona þvælingar á því sko. Það er alveg rétt. En þú hefur verið að taka tölur frá, hvað hefur að segja, hvað hefur farið aftarlega? 1894. Byrjaru þar? Það voru elstu tölunar sem ég fann. Já. Og þá reyndar sko tölunar, þær tölur og tölur til svona 1910, það er allt taldir fiskar. Það eru taldir fiskar. Já. Og skipt í fjöru. Já, ég sé það ekki sko, en allan að tölunar sem ég sé eru bara taldir fiskar per bát. Já. Og þá þarf að finna út einhverja stöðureldar sem geta reiknað þau upp sko. Já, aflamagn. Aflamagn í kílóum og tónnum og svona. Já. Það er náttúrulega erfitt að bera það alveg saman. Það er svo sem alveg hægt sko. Já. Það er svo sem alveg hægt. Sko, það er kannski pínu svona flóki sko, en að því að maður hugsa til þess sko að í dag er bara miðað við sko kíló. Já. En áður fyrir voru svo margar útgáfur á þessu. Það voru skipund, það voru kitt, það voru pókar, togarna voru margir með póka og pókarna gáttu verið mismunandi þyngd. Já, mismunandi stóri. Mismunandi stóri líka, skilur. Svo voru ásláttar. Já. Og allt þetta sko, það tók mig alveg sko nokkur ár að finna sko stöðlana fyrir þetta allt saman sko. Já. Og hérna eins og vetravertið hérna áður fyrir þá var ekki með við tonna, var með við lifur. Já. Rafnin leiknaður út úr lifurum sko. Já. Það var umreiknaður þorskurinn eða aflinn miða við
hvað kom af lífur. Já. Já. Ég svolítið gaman að því, sko, af því að ég náttúrulega eins og margir lesendur mínir þeir vita það náttúrulega ég er sandgerðingur, sko. Ég tala svolítið mikið sandgerði, það pirrar svolítið marga, sko. Já. En það er nú samt sem áður þannig, ef maður horfir í sögun og horfir í töluna, sko, þá eru miðin út á sandgerði, þau hafa verið gríðarlega fengsæl yfir 100 ári að meira. Og svo þegar bresku togarinu voru hérna, sko, áður en að landengin var, þá voru það bara veiða rétt fyrir utan Stafnesi og Hvalsnesi og allt þetta. Já. Og hérna... Þeir fóru reyndar ekki mjög mikið á harðabotnin en það sem var sunna við harðabotnin fyrir sunnan Stafnesið og á leirnum, alveg suðrundi Röst, að þar voru þeir að veiða. Að hafna leirnum, það sem dragnandabótanum eru í dag. Sko. Já, í dag. Og svo voru náttúrulega allir að veiða þar ár eftir ár, til margar ára. Og kóngurinn, danski, veitti verðlaun fyrir medaljufisk úr Miðnessjónum. Já, ok. Já. Þetta eru náttúrulega heimildi sem má ekki tapa niður. Nei. En þetta var svona, menn voru montir af þessu og ánæðir með þetta. Já. Það var aldrei þótt neins skömm að veiða fisk. Nei. Það er sem betra að finna veiðan bara í sjónum, það var að veiðan upp í harða landi, eins og í vöttum og ám, það er stangvið, það er eitthvað. Það er alveg tvennt ólíkt náttúrulega. En hefurðu tekið saman hverjir hafa fiskað mest á handfæri sko, á Suðurnesjum eða? Ég er með tölur hérna í síðustu 3 árin, sko. Já. Og hérna, í fyrra voru til dæmis 842 bátar sem voru á handfærum. Já. Og af því voru 29 sjóstangaveiðibátar. Já, ok. Þetta er allt saman sjóstangaveiði bátar sem er að róa frá Vestfjörðum. Þetta eru mest þýskir, svissneskir og svona erlendir ferðamenn. Á Suðureyri og... Suðureyri, Flateyri, Tálknafirði og Súðavík. Já. Og þeir lönduðu 250 tonnum í fyrra. Samtals. Já. Það voru 11 bátar sem veittu við 10 tonn. Já. Það er helviti magna, sko. Já. En þessir 842 bátar, þeir lönduðu 16.510 tonn við fyrra. Já. En það voru bara 2 sem veittu við 100 tonn. Já. Það var Brattanes frá Bakkafirði með 121 tonn og Glaður með 125,2 tonn. Og þetta var bara á handfæri. Bara handfæri. Já. Það helst nú og er strandveiði tímabili inn í þessu? Það er inn í þessu líka, já. Og það er eitthvað af þessu bátum sem að voru, sko, á strandveiðunum fóru síðan bara ávelna randfæraveiða, sko. Já, bara á leigukóta eða áttukóta til að veiða eftir strandveiðarnar. Já. Sumi byrjuðu fyrir, sko. Til og með sem núna í janúar, sko, það held ég að voru 14 bátar sem voru handfæraveiðum í janúar. Já. Sem kom mér svolítið óvart, sko, því að janúar er ekkert kannski besti mánuður til að stunda handfæraveiða. Nei. Það er erfiður mánuður, sko, sérstaklega. Stutt birta, sko. Og svo bara tíðafar. Tíðafar er náttúrulega. Það er búið að vera skelfilegt núna síðustu 2 vikuna, sko. Já. Alveg hræðilegt, sko. Já, það sem að vera febrúar. Það er búið að vera frekar slæmt, sko. Stóru tórunni kvarta meira sér. Önnur veiðafæri, hvernig koma þau út? Línubátar? Sko, ég er með hérna yfir línubátarnir fyrra, sko. Já. Og hann náttúrulega datt einn út í fyrra, að Valdimar hann hætti. Já. Þorbjörn hann gerði hann út og hann er hættur. Þannig að þeir eru bara orðnir 5 í dag. En þeir náttúrulega fengu togara í staðinn. Þeir fengu Hulda Björnsdóttur. Já. Það er náttúrulega kvótinn sem var að Valdimar Veitur ég er náttúrulega ekki búin að skoða nákvæmlega hvert kvóti fór en það er búin að skipta Þorbjörn upp í 3 fyrirtæki, sko. Já. Og þannig að ég hef ekki alveg skoða hvert nákvæmlega kvótin af Valdimar fór, sko. Nei, enda getur hann hafa dreifst eitthvað á milli, maður veit ekki um það. En svo eru, sko, krókabátanir stóru, þá voru, sko, 6
bátar sem veit yfir 2000 tonn aflaði fyrir. Yfir 2000 tonn. 2000 tonn. Og það eru þá 30 tonna bátar. 30 tonna bátarnir. Já, Hafrafell var hæstur með 2372 tonn. það er á Fáskrúðsfirði. Já, hann er á Fáskrúðsfirði, hann var nú mestmengnis fyrir austan, út allt Austurlandi, sko. Já, já. En hann var alveg mestmengnis það, sko. En það er feikilegur afli á... Já, á já. Já, sérstaklega þegar meðalafli hjá hann með róðri var hann 13 tonn. já, það er mikill afli. En að móti kemur sko að flestir allir þessar báta yfir 30 tonnum, þeir eru allir með 2 áhöfnir. Já, Þannig að raunur báturinn stoppar ekki, Nei, en nei. áhöfnin fær hvíld. Já, já, sko. já, já. áhöfnin er bara á sjó í viku eða Já, það hálfa er mánuð. yfirleitt til að sko teldi 10 dagar eða Já, 2 já. vikur, svona Svo, mismunandi kerfi. svo fara þeir bara í frí og hinn áhöfnin borð. Já, já. Þetta er náttúrulega svolítið sniðut kerfið, því að það þarf ekki að hvíla bátinn, sko. Nei, auðvitað ekki. Ef að það eru til nóga veiðiheimildum Já, já. á bátana, þá er þetta náttúrulega gott og bara skýnsum í þessu. Já, já. Sko, ef maður horfir hérna á sko 10 hæstu bátana í þessum flokki, sko, það er í raun og veru aðeins einn bátur hana sem að myndi teljast svona að vera svona fjölskyldu útgerða fyrirtæki. Það er Indriði Kristins á Tálknafirði. Já, hann er búið að selja hann. Já, það er búið að segja, en árið 2004 þá náttúrulega var hann í eigu Þórsberg, sko. Já, já. En hann er búið að selja hann núna, sko. En Kristinn er svo frá Ólafsvík, hann var með ykkur 1600 tonn aflaði fyrra, sko. Það er náttúrulega fjölskyldu útgerð, sko. Er það ekki sjávareiðjan? Nei, hver á hann? Ég er ekki með á reynu hver á hann, sko. Það hefur nú alltaf verið eitthvað fyrirtæki á baka það, sko. Já, já. Nei, það breytir í sjálfu sér ekki stóru, en þetta er bara, það er náttúrulega helst að það séu svona lítil fjölskyldu fyrirtæki í útgerð á Snæfellsnesi. Það er nú bara Ólafsvík sem er eftir. Já, Og þau eru ekki mörg fyrirtækin þar sem eftir eru, sko. nei. Það er náttúrulega Guðmundur Jensson, Sveinbjörn Jakobsson. Þetta er eiginlega, má alveg segja ekki þessi einu bátanir sem eftir eru þar sem eru í svona fjölskyldu tengdum útgerðum, sko. Já. Nei, það er náttúrulega alltaf verið að fækka þessum bátum, eða réttar að sagt þessum fyrirtækjum. Já. Og þeir fara út í það að selja og losa sig við veiðiheimildir og skip. Já, líklega stendur á með því, sko, en náttúrulega fólki sem á þessi fyrirtæki er náttúrulega, það yngist ekki, sko. Nei. En maður sér líka útgerðarmynstur á þessum bátum er allt öðruvísi heldur en að hinum. Hini bátarnir sem eru með, sko, eins og fyrirtækina bakveg þessi stóru, þau róa og þau veiða hansi mikið. En þessir, eins og þessi Guðmundur Jönsson og Sveinbjörn Jakobsson, þeir róa ekki eins mikið og þeir veiða helmingi minna heldur en hini bátarnir. Það er allt öðruvísi útgerðarmynstur á þeim. Já. Maður sér þetta svo vel, sko. Þó svo er alveg til í dæminu og það er alveg bátar í fjölskyldum útgerðum sem að róa duglega, til dæmis eins og Geir frá Þórshöfn og Hásteinn frá Þorlákshöfn. Já. Þetta eru bátar sem voru báðir að veiða yfir 1800 tonni fyrra á dragnót. Já. Og réru bara nokkuð duglega, sko. Hásteinn fór reyndar aðeins 60 sjóferðir. 60 á öllu árinu? Öllu árinu. Já, ok. Það var samt með 1800 tonn afla. Já. Það átti 30 tonni róðri. Hann hefur gefið sér tíma til að fara til Kanari. Hann hefur haft nógan tíma til þess að leika sér, sko. Hann var reynir, sko. Það er glæsilegt tímabil. Já, reyndar er, sko, Hásteins útgerðin, hún er mjög gömul, sko. Já. Mjög gömul saga á þessu. Er hún ekki orðin 50 ára eða eitthvað svo leiðis? Sko, ég og tölur Hástein, sko, aftur fyrir 1960, sko. Já. Þá var hann að róa frá, sko, minnum Eyrabakka, sko. Já. Eyrabakka Stokkseyri, sko. Nei, það er hérna, en það er í rauninni dálítil synd að þessi fyrirtæki séu að leggja upp laupana og hætta.
Í raun og öðru held ég að sé ekkert sem getur stoppað þetta, sko. Nei, það Ég verðist held ekki vera. sko. Já, náttúrulega, Ekki nema að lækka þakið sem þeir mega að fara upp í. já, náttúrulega með þú getur selt bátinn, sko, með veiðum þegar bátunum sjálfur er nú eiginlega að vera lítill, sko. Já, Kvótin er svo verið mikill, sko. Þú bara ert á fínu, getur haft það bara fínt, þú selur. Þetta er góð eftirlaun. Fínleg eftirlaun. kílóið eða 1 tonn af þorski er að seljast Já, já. á 7,5 miljón. Þetta er svakalegu peningur, sko. 100 tonn af þorski 750 miljónir. Það er ekki neini smáður. Það er ekki Það smávarar. er ekki smáðara, sko. Og svo ef þú ætlar að leigja það innan ársins, þá leigir þú á 500 krónur kílóið eða meira. Þannig að það er ekki auðvelt fyrir fólk að leigja veiði heimildir. Nei, ekki nú fara að elda stöfsan. Já, það er helst, það Þeir er hafa heldur verið skárra. að gera það helviti gott núna bátanir sem hafa verið elda stöfsan. Þeir hafa búið að vera mjög gott verða á honum. Þeir voru að fá yfir 300 kall á kílóið núna í janúar bátanir frá Sangeri sem voru að róa á færunum, sko. Sem voru bara á ufsa. Bara yfir svona. Já. Það var alveg þorskur eitthvað með því, sko. En Jú. En þeir eru bara stöðut í vandræðum. já, Þeir eru að leigja sem sé þorskinn til þess að komast á ufsan. Þeir leigja þorskinn til þess að eiga En að þú eiga meðafla, sko, Já, já. já. En þeir geta þetta. Ég meni sjá til mér eins og færabátunir í fyrra. Já, 12. aflaðist í báturinn í fyrra var Dímon Já, í Sangeri. Hann var alveg kótalaus. Hann var samt með tæp 70 tonn afla í fyrra. 70 tonn. Já. Og Það er hluta því að hann enda strandveð, hann var á strandveðan, sko. strandveð þetta voru hvað, 25-30 Já, tonn. eitthvað svona 25, eitthvað svo leiðis. En svo Hitt var allt veiðir hann hitt fyrir utan. fyrir utan Já. strandveiði tíumbilið. Það Bara á leigukóta. já. Meina, fyrst að hann getur þetta og geta hinn þetta alveg, sko, líka. Jú. Það er, En tímakaupi fer verulega niður þá. Að hluta þetta, já, fer það nú ekki bara eftir, sko, hvað þú fær fyrir aflan. Þú náttúrulega veist aldrei hvað þú fær fyrir aflan, sko. Þannig að það getur alveg verið pæling út af fyrir sig, sko. Nei, maður hefur heyrt ef að verðið er komið upp fyrir 300 krónur og þú ert kannski að leigja bara á einhverja 20-30 krónur ufsa, Þá er það Að náttúrulega mjög gott, sko. þá ertu kannski að hafa tímakaup út úr þessu. En það er engin uppgrip eða Nei, ég er að meina neitt það. þess Nei, áttar, kannski sko. ekki, Og þetta er kannski frekar að gera eitthvað heldur en ekkert, sko. Af því þeir eiga bátinn kláran eða eru með bátinn kláran og geta farið á sjó þegar Já. er veður. Þá gera menn þetta. Þetta minnir mig á það þegar að Siggi Steindors og Otto kom til mín upp á skrifstofu í hérna Hampiðinni. Já. Og við vorum að tala hérna gömlu góðu daga á fjöllunum þegar við veitum svo mikið og ég veit ekki hvað, við hlófum mikið og svo skellir Siggi á lærið og segir og þeir borgu okkur hellinga pening fyrir þetta. Já, Þetta kom frá hjartanum. Þessir vitleysingar borgu okkur hellinga pening fyrir þetta. Því að sjálfsög vorum við bara að leika okkur. já. Þetta var bara gaman. Já, og náttúrulega hvað skipstjóru sem er að vera að toga hann á fjöllunum, sko. Það voru hansi þetta góðir voru- margir hverjir hérna og Suðurnesjunum að vera hann í kringum þetta svæði, sko. Já, það voru náttúrulega spesialistar á fjöllunum, á trollinu. Já. Já, þú þurftir að þekkja slóðina, Já. þú gerðir þetta ekki öðruvísi. Já. Og þetta sem við tölum að hérna, straumar Já. og það er bara hryggurinn alveg upp í land. Það er Já, alltaf þetta er- straumar og föll það er sem þú ekkert öðruvísi. verður að taka nótis. Og síðan náttúrulega veður far og annað þvílíkt. Þetta er óbúslega skemmtileg slóð að veiða. Sér það svo vel á haflátölunum, sko. Þeir tóra sem voru atkvæða miklir hann, sko. Þeir voru svo mikið með ufsa og karfa, sko.
Já, já. Og þú varst einn af þeim, Já, já. Snorranum og Sveinn Jónsson í Sandgerði og Harald Sveinn Jónsson, Böðursson, já, já. Sturluður, Ásbjörnin. Óttóðin Þorláksson, sko. Já, já. og Akranestóðararnir Já, já, Haraldur og Sturluður. Haraldur, hann var sterkur þarna. Jú, og Hafnarfjarðartóðararnir líka á meðan að þeir voru. Já, þeir þetta hurfu svo snemma. Þeir voru ekki á fjöllunum. Þeir Var það ekki? hurfu reynda Nei. svo snemma þannig burtu, sko. Jú, jú. Þannig að þegar mæ og apríl og Venus var breytti fristitóðara, sko. Já, já. Þannig að já, það er svolítið gaman að skoða tölur sérstaklega um þessa litlu tóðara sig kalla, eins og Harald Böðursson og Sveinn Jónsson, sko. Já, já. Já. Hvað þeir afköstuðu miklu, sko. Já, já. Jú, en voru ekki með mikinn tógkraft eða tógvísi. Nei, þeir voru Jú, nefnilega ekki, sko. býðið hægir. Þeir komu frá Noregi, þeir voru með skrúring. Já, þeir eru, sko. Allan tíman sem ég var á þessum tveimur skipum, Snorra og hérna Viðey, var ég að vælum að fá skrúring. Skrúringurinn gefur þér 30% meira á tóginu. Já, meiri kraft. Meiri tókraft. Já, já. Og svoleiðis að þeir voru alveg með sömu trollin og við, Já, Haraldur og Dagstjarnan, sko. já. Sveinn Jónsson. Já. Það er nefnilega í þessu gögnu sem ég er að skoða þjóðskjalasafnið. Þar get ég skoða hérna skýrslur tógarana. Já. Og þá er til dæmis, sko, hvað skipstjórinn er skrifið inn í hvern og einn túr, sko. Og ég man til dæmis eftir einni skýrslu, ég man hún í kollin núna, sko. Það var tógarinn Arimbjörn, það var Reykjavík. Já, já. Það var 1983. Var ekki Addi með hann þá? Ég man ekki nafnið á skipstjórinn skrifar undir, sko. En hann var á veiðum á fjöllunum og þá skrifar hann, sko, hvenær hann byrjar. Það var ekki Birgir. Var ekki Birgir sem var með Maður hjá Ari Birni Sigurðssyni. Ég man ekki nafnið á skipstjórinn. Ari Birni Ég er með Sigurðsson, skýrsluna var þetta heima, ekki sko. Já. Þetta var tógarinn Arimbjörn, sko. Já, Hann tógaði 2,5 tíma, hann var með 84 tonna hal. Já, já. og náði inn. Hann náði inn. Já, hann tekur það bara inn í holli. Já, Þetta er hans sem magna, sko. Já, já. Og þetta var hann á villan, allt karfi og hussi, mest karfi. Já, Svo þetta er gaman að sjá þessar skýrslur, sko, því að þessar skýrslur, sko, skipstjórinn á tógarunum ná aftur til svona cirka 1960, þannig að ég er með síðutógaruna líka. já, sko. já. Ég reyndar ekki skoða þá nægilega vel, sko. Nei. En það er heldur gaman að fletti gegnum þetta, sko. Sjá hvað Þetta er skipstjórinn helling saga, og maður. hvað þeir voru, hvað miklu dýpið þeir voru. Já, já. Og það er ansið magna að skoða þetta, sko. Þetta er gríðarlegar upplýsingar, sko. Opbáslega mikið, sko. Það er ekki rekið á þínar 4 bækurnar úr Narva, gamla. Þær eru hana, sko, skýrslunar Narva. Ég hef séð skýrslunar Narva, sko. Og það voru til bækur á Narva. Þar voru teiknuð öll miðin ríkir í kringum landið. Eins og Vestfirðirnir, það var bara teiknað, sko, hérna, þessi og þessi hóll, sko, í þennan. Og þetta voru staðsetningatækin. Já. Sko, ég hef séð, sko, togveiði skýrslur Narva, sko. Já, ok. Ég hef ekki kafa það djúpt ofan í kassan með Narva, sko, því að það er nokkri kassa með Narva, sko. Já. Það getur vel verið að séð í þeim, sko. Þetta voru alveg merkilega bækur, sko. Já. Narvi var náttúrulega merkilegu tógar, fyrsti tógarinn sem var með fristitækjum. Já, fristitækjum. Já. Hvort það var hann ekki bara heilfrista? Jú, það var heilfrista. Já, bara heilfristi. Já. Ég man eftir því að ég var bara eitthvað 12-13 ára, þá fekk ég að landa á Rónum í Hafnarfirði. Já. Og þá var verið að landa frosnum fiski og það var upp á dekki í rauninni. Það var svona fjós babborsmegin þar sem að fristigeimsla var. Fristingin. Svo var held ég niður í lest, sko, frosin fisk, fremst í lestinni. Já. Það var svolítið merkilegt frá, kannski ekki Guðmundur Kjensted sem átti... Nei, ekki Guðmundur Jörunsson. Guðmundur Jörunsson, já. En ég var á honum, sko, eftir að var skuttúri. Hann vildi fá
skuttóara. Já, Lord Nelson. Já, Hann vildi láta byggja eftir teikningu Lord Nelson. Hann fekk ekki lánveitingu til þess. já. framtíðar sín þeirra sem réðu lánveitingum. Það hefði breytt allri útgerðarsögunni. Íslendinga. Ef hann hefði fengið Þetta var vel skuttóra. fyrir sko 1970 sko. Já. 1963 sko. Þetta hefði breytt allir okkar útgerðarsögu ef hann hefði fengið að koma með þetta skip. Því að skuttóarnir voru svo miklu kraftmeiri Já. að hanga með þetta hérna eins og fatlaður aumingi með trollu alltaf öðrum meginn í skipinu. Þetta var alveg. Enda þeim miður á náttúrulega mörg slís alvarleg á þessum síðutórum sko. Já. Jú. Miður maður er búin að lesa um það sko. Það vantar ekki að og þó svo að hafi nú verið slís líka á Já. mikið út af hlerum Sem betur fyrir er nú búið að ná upp kennslu og þjálfun sjómanna hefur náttúrulega gert kraftalega. Alveg hann svakalega. hefur gert byltingu Alveg svakalega. í þessum hlutum Já. Sem er bara nauðsynlegt. og Algjörlega reyndar nauðsynlegt, á já. flestum sviðum borði í þessu skipum og megum ekki heldur gleyma bara nákvæmari veðurspám og annað þess áttar. Þetta hjálpar allt til. Já, þetta er flogið fram. Já, á öllum sviðum. Skiptir verulegu máli. Maður hugsa oft til þessi gamla daga sko. Þegar kallarnir voru á sjónu þá er kannski tala um kannski 60-70 ára aftur í tíma sko. Og þeir þurftu bara að treysta á sína þekkingu á veðrinu. Já. Og minnst alveg magna hvað þeir gátu gert sko. Jú, þeir bara voru veðurglöggir og pældu mikið í veðrinu. Já. Þetta snerist allt það bara gerði það. Ég man eftir því í Sandgerði að þá var háttaði þannig til að það var spáði alltaf austan eða norðaustanátt og það voru einhver 7-8 vindstig og ég var á litlum 15 tonna bát og það kom til mín kall sem var hafnavörður, Þórhallur Gíslason í Já, Tóti Sandgerði Gísla. og hann sagði á meðan að það kemur utanum tunglið, það reynsar ekki tunglið og meðan það þá getur þau farið, þá verður hann austan, ekki norðaustan. Já, ok. Tóti Gísla. Og þetta var maður sem náttúrulega væri komin yfir 100 ára í dag, en þetta var bara hans reynsla og þekking. Já. Hann náttúrulega réri frá Sandgerði í mörg ár. Já, gjörþekti aðstæður. Sko. Og hann sagðist reyndar hafa lært þetta af eldri sjómunum. Já. Ég held að sjómun í dag hafi ekki þessa þekkingu. Það er hægt við að hún hafi breyst. Já, ég held það sko, Nú er þetta alltaf svo þægilegt, nú erum við með tölvur og sigli bara þetta einhvern línum og svona. Já. Já. Og þessi spá eins og við vorum að tala sko, þessi spá til dæmis núna yfir þessi storm sem er búin að koma, þetta er svakalega góðar spá. Hún er nákvæm sko. Opbóðslega nákvæm. Nánast. Ég hef aldrei séð svona nákvæma spá eins og yfir þessar 2 stormar sem komu þetta hver á eftir öðrum. Þetta var þvílíkt sko, það var nánast upp á klukkutíma sem var þetta. Þetta sáuðu bara bátanir sko, þeir skipstjórinn var búin að reikna út sko hvernig þeir gætu fara út. Og þeir gerðu það. Já. Og þeir pössuðu svo á því að þeir voru alltaf komni í land áður en á næsta slóta byrja. Til og með eins og núna í dag sko. Já. Þeir fóru bara út á milli veðra. Já. Þetta er orðið það nákvæmt. Þetta er orðið það hægt að treysta þessu þetta mikið. Þeir hafa sagt þetta hérna veðurfræðingarnir. Þeir hafa orðið svo miklar upplýsingar sem þeir geta treyst á. Sem er gott. Já, það er sko. En nú er þetta styttast í þessu hjá okkur strákar og ég ætla nú bara að hvetja áhorfendur og hlustendur til þess að styðja við bakið á samstöðunni
og styrkja hana með því að gerast áskrifundur og vona fólk tæki undir það. En Gísli, hvað vilt þú segja svona lokum? Hvað maður að segja nú? Það er gott sem maður er svona. Ég er bara þakkláttur fyrir að fá svona, já, bladra aðeins það sem ég er að gera. Náttúrulega, maður er morgun talið svona... Já, okkur finnst þetta nú merkilegt sem... Já, þetta er alveg einstakt að einn maður skuli færa þjóðinu svona mikið. Ég verð að gera ykkur að tóma helvítis vitleysu, sko. Að því að, sko, ég er svo einu á Íslandi sem er að gera þetta, sko. Þetta grúsk sem ég er í, sko. Og hérna... Þetta er ómetanlegt starf, ómetanlegt. Sko, ég hef ákveðna sýn á þessu hluti og það er svolítið merkilegt, sko, að það var viðtal við skipstjóra í fiskifréttum árið 2002. Hann var skipstjóra bát sem hétt Fengsell og Grindavík. Já. Þetta er kannski muni eftir þess að það var gamall leikarbátur, hann var eitthvað 60 ára gamall. Já. Skipstjórinn byrjar á viðtalinu með að segja það væri gaman að vita hvað báturinn hefur fiskað mikið. Svo segir hann að það hafa allir bátar sinna sál og sögu. Og mér fannst þessi orð svo góð að hver bátur hefur svona sál og sögu. Manstu eftir hvað hét þessi skipstjóri? Nei, ég man að, ég á blaðið heima, sko. Já. Ég get flettið upp, sko. Ég man ekki hvað hann hét, en báturinn hét Fengsell. Þeir eru frá Grindavík. Og hérna þetta var, sko, þeir fóru róður með honum vetrarvertíðina 2002 eða 2003 og hérna þá sagði hann þetta var gamall bátur, sko. Og hérna mín sýn er svolítið þessi orð, hver bátur hefur svona sál og sögu. Þess vegna er ég að safna þessu saman þegar mín svona pæling er svo að ég hef gert af nokkra báta, ég hef tekið að mér svona nokkur svona einstaklingsverkefni að safna saman tölum með báta, til dæmis eins og Gunnar Hámundsson, ég safnaði saman tölum um alla bátana sem að Jón Magnússon skipstjóri á Patreksfirði gerði. Já. Og mín sýn hefur verið svo að því ég komi með allar þessar tölur sem ég þarf, að ég taki fyrir hvert skiparskarnúmi fyrir sig, skrifa þessu söguna þeirra og afla töluna hvað mikið það hefur veitt. Það er svona mín stóra sýn, sko. Þetta er nú góð kveðja til bæði útgerðarmanna og sjómanna sem hafa verið á skipum til margra ára. Og við bara vonum það að þú látir verða af þessu og gefur þér tími í þetta og ég þakka ykkur fyrir þáttinn í kvöld. Takk fyrir. Já, takk.